gerum töluvert af því hér við Rauða borðið að fjalla bækur og ég með eina mikla hér í höndunum sem heitir Laxá, lífríki og saga mannlífs og veiða. Undir titill reyndar veiðistaða lýsingar í Mývatnssveit og Laxárdal. Nú kannski einhver að hugsa, Björns að fara að tala eigið hérað og sannarlega ólst ég upp við veiðiskap á bökkum Mývatns, en ég held að við Íslendingar hafi nú allir áhuga á þessum málum. Þessi bók ekki alveg glæný, en það gæti verið ágætt að ræða við að minnsta kosti einn sem að koma að gerðennar, vegna þess að nú sá árstími þegar íslenskir veiðimenn láta sér hlakka til stunda við árbakka eða vötn, kasta flugu eða kannski bara spúni í vatn, hann má líka sumstaðar. Og hann kominn hingað til mín til þess að ræða þessa bók og kannski fleira henni tengt. Tónlistarmaðurinn Jón Aðalsteinn Þorgeirsson, vertu velkominn. Takk Aðalsteinn. Takk fyrir boðið. Já, bara gaman að fá þig. Þú, af hverju skrifar þú kafla í þessa bók, af hverju hefur þú áhuga á þessu? Á Laxá? Já. Já, ég nú búin að veiða mjög lengi í Laxá og búin að veiða í Laxá. Já, ég kom fyrst til veiða í Laxá 9 ára gamall með föður minn, Þorgeiri Jónssoni. Já, 9 ára gamall. Já. Þá niður í Laxá í Aðaldal. Og síðan heillaðist ég ég kom 13 ára gamall upp í Laxárdal á Urriðasvæðinu og á brúa. Já. Og þá var ég 13 ára og ég hef veitt þar alveg samfellt síðan þá. Já. Fjall alveg fyrir töfrum árinnar þar uppfrá, sérstaklega. Já, ég ætlaði einmitt að Þó að Laxá sé náttúrulega öll sömul glæsileg, en þá uppáhaldssvæði mín upp í Laxárdal og Mývatnssveit og þá sérstaklega Laxárdalnum. Já, ég ætlaði einmitt að spyrja þig hvort þú hefðir upplifað töfra. Já, ég upplifði algjörlega töfra. Hvers vegna? Hún náttúrulega, þessi á alveg töfrandi falleg, alveg frá Ósum til Ósa. Og ég held að það sé einhverju galdrar í kringum hana. Já, hún töfraði mig algjörlega upp úr skónum eins og ég held hún gerir við flesta sem að kynnist henni. Já. Það áin sjálf náttúrulega, þetta geysilega mikil lindará. Já. Óskaplega óskaplega lífrík að öllu leyti. Gróðursæl og mikið fuglalíf og svo eru þessir fiskar sem maður á höttunum eftir að veiða. Já. Bæði laxi náttúrulega niður í Aðaldal en í uppáhaldi hjá mér urriðin upp í Laxárdal og Mývatnssveit. Já. Eitthvað hæft í því að það sé hægt að kalla hann ísaldarurriða? Já, eftir því sem að líffræðingar segja þá í lok ísaldarinnar, svona fyrir það bil 10.000 árum, þá einangraðist þarna ísaldastofn upp í Laxá, sem þar enn. Já. Og hann nautsterkur og ljós, fallegur. Já, hann ég kalla þessa fiska samúræja norðursins. Samúræja norðursins, já. Svona, ég leti út úr, þetta alveg ótrúleg skepna, urriðin í Laxárdal. Hann bæði stór og vænn og svo hann alveg ótrúlega sterkur. Já. Og útsjóna samur. Já, hann það. Já. Já. Og alveg einstakur hér á landi. Þetta stór stofn og það ákaflega heillandi að komast í kynni við sem veiðimaður þennan fisk. Já. Allavega fjall ég fyrir þeirri fiskitegund eins og Laxá náttúrulega. Einmitt. En pabbi sem var fátækur strákur á bakka Mývatns og deildi fleti með 3 bræður sínum held ég og ekki mulið ofan í hann. Hann nú dáinn í dag, fæddur 1922. Já. Honum fannst nú ekki gáfulegt að menn vera að veiða urriða
eða lags til að sleppa honum aftur? Nei. Hættir þér eitthvað í það? Þá umræði? Já, sko, það er nú svona mitt grunnálít að sko megin tilgangur með veiðunum er að afla sér matar. Já. Það hefur alltaf verið slíkt. Já. Og mér finnst það eigi nú að vera þannig. Já. En það má náttúrulega auðvitað verður að setja einhver höft á veiði álagið í hverju áfyrir sig. Já. Hafa einhvern kvóta eða eitthvað annað slíkt, sko. Já. En mér finnst nú að menn eigi nú að fá að taka með sér allavega í soðið eftir veiði. En ég náttúrulega brýt þetta alveg sjálfur vegna þess að ég hef alveg undirgengist það að veiða í ám sem er veitt og sleppt. Já. Eins og til dæmis í Svartá í Bárðardal, þar hefur alltaf verið veitt og sleppt. Það er önnur á sem þú þekkir vel, er það ekki? Svartá? Jú, Svartá í Bárðardal. Já. Hún er nú stundu kölluð litla systir Laxár. Já. En svona í grunni séð þá finnst mér að veiðimenn eigi nú að fá að taka eitthvað með sér í matinn. Einmitt. En hvað er það sem að svona þitt höfundaverk í þessari bók, út á hvað gengur það, segirðu? Já, ef ég segi þið nú kannski aðeins frá, eigum kannski aðeins að fara í það hvernig þessi bók var til. Já, við skulum byrja þá. Eigum við ekki bara að byrja á því? Jú. Þetta hafði nú legið í loftinu nokkuð tíma í veiðihúsum þegar veiðimenn komu á spjalli saman eftir veiðidag. Það væri nú, Laxá væri nú þarna upp í Laxárdal og Mývatnssveit væri nú sannarlega þessi verðu að henni yrði gerð góð skil í bók. Já. Og ég var alveg, þannig að þetta lá nú í loftinu, en ég var alveg sérstaklega áhugasamur þetta og ákvað að hafa samband við svona valinkunna og reynda veiðimenn hvort að þeir varu tilbúni til þess að fara í þetta verkefni. Mhm. Og þetta endaði með því að við vorum 7 veiðimenn sem að ákváðum bara að henda okkur í þetta verkefni. Já. Og þetta er allt saman veiðimenn sem eru búin að vera þarna og veiða þarna í áratugi og þekkja mjög vel til. Einmitt. En það hefur þurft ritstýringu til þess að þið værið ekki allir að skrifa það sama. Já. Sko, við hérna hittum svo bara reglulega á hérna Zoom-fundum. Já. Fyrsta veturinn og ákváðum svona hvaða málefni við ætlum að taka til. Já. Og skiptum með okkur verkum og hérna og söfnuðum heimildum, myndum og öðru. Já. Og síðan stofnuðum við reikning á Dropbox. Já. Það sem að eftir við vorum búin að ákveða hvaða efni við ætlum að taka til umfjöllunar þá skiptum við með okkur verkum og höfum svo reikning á Dropbox og settum textan okkar þar inn og söfnuðum ljósmyndum og öðrum heimildum. Já. Og svona þróaðist þetta bara þar til að þessu verki lauk 2024 með útgáfu þessara bókar. Hún kom út jólin 2024. Já. Og þetta er náttúrulega stór virki. Maður sér það að hér er vanda til verka. Útlit hennar er glæsilegt. Þetta er gríðarleg vinna í uppsetningu og öðru slíku. Kostnaðarsamt. Já. En þakkaði fyrir það. Ég er bara mjög ánægður með þessa útkomu. Enda voru þetta valinkunnir og góðir menn sem að tóku þátt í gerð þessara bókar. Og Jörundur Guðmundsson segir hér að hafa verið ritstjóri. Já, við fengum Jörund Guðmundsson til þess að ritstýra verkinu. En aðrir sem að komu að þessu, sko eftir við voru 7 sem að stóðum þarna eftir. Já.
og hérna ef ég á að nefna þá nefnum við það Ásgeir Hermann Steingrímsson sem hefur veitt þarna í áratugi. Hann ritaði veiðistaðalýsingar í Laxárdal. Já. Og síðan Friðrik Þorgeir Stefánsson sem var með okkur í þessu, Gísli Gíslason, Jón Bragi Gunnarsson og Baldur Sigurðsson og ég. Já. Og svo fengum við líka aðra menn til þess að sérfræðingar svona til þess að skrifa, skrifuðu hérna veiðistaðalýsingarnar í Laxárdal skrifaði Ásgeir og síðan var Sigurður Magnússon, hann var fengið til þess að skrifa veiðistaðalýsingar í Mývatnssveit. Og honum til aðstoða var Baldur Svavarsson og Haganesi. Já. Og síðan skrifaði Gísli Már Gíslason, vatnalíffræðingur. Hann skrifaði lífríki Laxár og Urriðar. Já. Síðan á Jón Benediktsson, bóndi á Auðnum í Laxárdal. Hann á stóran þátt í þessu. Hann skrifaði meðal annars Laxárdeiluna löngu síðar og síðan æskuminningar og Laxá og hann fæddur og uppalinn þarna á Beygningsstöðum og Auðnum í Laxárdal. Og svo skrifuðu við Baldur Sigurðsson. Við skrifuðum þarna söguveiðana og mannlífsþætti tengdum veiðum bæði heimamanna á svæðinu og svo líka aðkomumanna. Og svo tókum við fyrir hvernig veiðifélagið var til og veiðihúsin og svona ýmsa sögulega þætti. Þá held ég að þetta sé nú komið og svo var Jörundur Guðmundsson með okkur í þessum hóp. Já. Og við fengum hann til þess að ritstýra verkinu. Já. En það var maður. Og hvað, Veraldar Ofsi útgefandi? Það bara félag? Já, við stofnuðum bara félag í kringum þetta. Í kringum bókina? Já, þegar þetta var nú svona komið langleiðina þá fórum við að hugsa með okkur að við þurfum náttúrulega að fá útgefanda að þessu. Þannig að við ákváðum bara að gera þetta sjálfir. Og stofnuðum þá útgáfu félagið sem heitir Veraldar Ofsi útgáfu þessara bókar. Já. Myndirðu segja mér satt ef ég spyrði þig hérna hvort þér hafi dottið í hug að fara með einhver drög að handritið að hugmyndin á milli stóra forlaga og svona til að kanna við veltum þessu fyrir okkur frá ýmsum sjónarhólum en við komumst á þeirri niðurstöðu að það væri bara best að gera þetta sjálfir. Já. Og það gerðum við. En Veraldar Ofsi kemur, þetta heit og veiðistað í Miðkvísl í Laxá. Já. Og okkur fannst þetta bara svo skemmtilegt nafn á fyrirtæki Veraldar Ofsi. Já. Það svona dálítið spennandi. En getur þú sagt mér hver saga nafngiftarinnar á þessum veiðistað af hverju heitir staðurinn Veraldar Ofsi veiðistað? Nei, veistu það, ég verð nú bara alveg að viðurkenna það, ég veit ekki hvaðan þetta komið, en þetta örnefni, þetta skráð örnefni, en hérna þetta mjög spennandi veiðistaður að sjá. Mikil straumur? Já, þetta er svona mikil straumur svona í miðbygg Kvíslarinnar og... Já. Menn hafa nú í mínu héraði kunnað að gefa hlutum stundum stór nöfn. Já. Stundum kannski svona spýta aðeins í. Já, það er gaman að því. Það er að krydda aðeins tilvöruna. Það er að krydda hana. Já, hafa gaman að. En fyrir þá sem að eru ekki innvígðir í veiðiskap. Já. En langar kannski til þess að kynna sér þennan heim. Já. Af því að ég svona bara á meðan við erum að spjalla þá er ég að kíkja í bókina. Já. Og til dæmis í þessu veiðistaða yfirliti, ég sé að þarna eru bæir náttúrulega sem ég þekki mjög vel. Já. Og það ekkert mjög langt á milli þeirra endilega. Nei.
Af hverju ekki nóg að lýsa bara einni bújörð, einum veiðistaði? Einhver munur svona fyrir þá sko veiðimaður sem er að fara að veiða, skiptir öllu máli hvar þú ert? Alltaf sko, hefur hver staður einhvern veginn sitt umhverfi, sínar áskoranir? Já, það hefur hver staður sem sjálfma, það náttúrulega engin veiðistaður eins. Það engin tveir veiðistaðir eins? Nei, það alveg mikið úrval af góðum veiðistöðum í Laxá. Ég get alveg lofaði því. Þú getur veitt í stríðum strengjum og strömmum og skilum og þú getur verið á killátum flóum og það allt milli himins og jarðar þarna. Þetta náttúrulega draumastaður flugveiðimannsins. Ég held ég megi nú alveg fullyrða það. Já. Og fáar ár, það engin ár sem að ég hef kemst til get ég borið saman við Laxá. Ég einhvern veginn bara enda þar alltaf ef ég svona að hugsa veiðiskapið annars slíkt. Það eins og Stefán Jónsson sagði, hann endar alltaf í Laxá. Og ég held að það sé alveg saman með mig. Já. Og menn velja sér þá kannski bara veiðist það svolítið svona eftir karakter, eftir þeirra persónuleika. Já, sem uppáhaldsveiðistæði. Já. Alveg örugglega. Já. Og en þetta náttúrulega skipulagt. Þú getur ekki bara valið eitthvað veiðisvæði og verið þar í 3 daga. Þetta náttúrulega fer allt saman eftir svona fyrirfram gefnu skipulagi. Ég veit, en fyrir þá sem að velta þessu fyrir sér, þá snýst þetta svo margt meira heldur en bara augnablikið þegar þú ert búin að setja í fiskinn, sko, það allt hitt. Já, þetta auðvitað líta menn á þetta allt saman mismunandi augum og hver sér þetta með sínu nefi ef að má segja. En hver var spurningin náttúrulega? Nei, bara þú veist, náttúruupplifun og karakterinn, persónuleikinn. Já, það náttúrulega, ég segi fyrir mig að það ekkert endilega fjöldi fiskana sem að skipti málum fyrir mig sem veiðist. Þetta náttúrulega Laxá bara eitt undur, alveg ósá á milli og hún áin sjálf lindar á þarna í hrauninu og gróskumiklum gróðri og fjölbreyttu fuglalífi og svo náttúrulega þessir urriðar líka. Já. Þetta náttúrulega ákaflega heillandi. Já. En varðandi sko stórlaxinn ekki alltaf færri og færri yfir 100 cm sem að veiðast þarna og hafi ekki aflatölur verið svolítið á niðurleið? Nei, það sko við erum við ekki að tala urriðasvæðið? Jú, en ef við förum aðeins neðar og skoðum heilsunar fyrir neðar sko á laxsvæðinu, það hefur ekkert gengið allt og vel þar, það á síðkastið? Nei, en það ákaflega stórvaxin laxastofnin í Laxá og það veiðast þarna á hverju ári margir laxar yfir metri lengd. Já. Gera það. En heilsa, ef við getum sagt sem svo, sko, heilsa urriðasvæðisins, hún betri heldur en stórlaxanum fyrir neðan? Já, ég held að veiðitölur alveg frá 1978, þá náði Laxá þarna í aðaldal, miklu toppi, við 3000 laxa sem veiddust og margir yfir 20 pund. En síðan þá hefur Laxáði aðaldal laxastofnin átt í dálitlu vandræðum og því miður þá hafa veiðitölur lækkað. Já. En í Laxárdal og Mývatnssveit, það allt saman í fínu gangi, góðum gír. Og kostar þetta ekkert augun úr fyrir fólk? Já, þetta kostar. Þetta kostar sitt. Þetta kostar sitt, sko. Ég sé nú ekki eftir þeim penningum, ég verð að segja það. Ég held að það sé nú einn besta fjárfesting sem að ég hef lagt í ævina. Það að eyða penningum í veiðileyfi í Laxá. Já. Það hefur skilað sér margfalt tilbaka. En þetta náttúrulega, þetta orðið dálítið dýrt að veiða urriðan í Laxá á urriðasvæðinu. Já, svona með það sem var, þetta var náttúrulega, það gat nú eiginlega hver sem
komið þarna sko þegar ég krakki á þess að það rifi neitt í pingjuna sko. Já, ég kom þarna mjög snemma til veiða og meiri segja áður en að áin var nokkuð leið út og þá keypti maður og fekk veiðilega bara hjá landeigendum. Svona gamla systemið og þeir voru nú ekkert á okramannilegstellingarnir, get ég sagt þér. Nei. En að hve miklu leyti nýtingasaga þessara hlunninda saga gesta sem alltaf bara erlendra manna sem að koma og sjá tækifærin og nefna hvernig þeir gætu séð fyrir sér að væri hægt að gera eitthvað. Það ekki eins með alla okkar sögu að við þurftum alltaf svona gesti koma að handan til þess að benda okkur á hvaða tækifæri við værum með í höndunum? Eða voru bara snillingarnir frændur okkar þarna í Þingeyjarsýslunni, sáu þeir bara einir þetta allt saman? Já, saga náttúrulega veiðana alveg ótrúlega löng. Já. Saga veiðana yfir höfuð. Við fórum nú vel í gegnum þetta ég og Baldur Sigurðsson. Hvað hún löng? Áin? Nei, saga. Þegar við fórum að grúska í þetta, þá gátum við rakið, fengið alveg staðfestar heimildir á veiði og urriða alveg til landnáms. Já. En það eins og við vitum, það þarna einn merkilegasti fornleifafundur landsins, það Hofsstaðabærinn. Jú. Geysilega mikill bær. Já. Yfir 40 metra langur og 14-15 metra breiður. Hann er yfir 600 fermetrar af flatamáli. Og þetta var geysileg bygging. Já. Og elsti hluti Hofsstaðaskálans, hann áætlaður svona frá það bil 940. Já. Og fornleifarannsóknir sem fóru þarna fram núna síðast alveg, ég held að það hafi verið alþjóðarannsókn sem stóði yfir í 10 ár, alveg fram til 2005 og síðan gaf Fornleifastofnun út skýrslu 2009. En í þessum eldsta hluta Hofsstaðaskálans þá finnast mikið af dýrabeinu. Og meðal annars finnast þarna heilmikið af fiskabeinu. Já. Og stór hluti þessara fiskibeina eru urriði. Já. Og laxá. Já. Þannig að menn hafa byrjað að veiða þarna. Já. Bara alveg frá byrjun. Já. En þetta eru alveg staðfestar heimildir fyrir því að veiðar hafa verið stundaðar á þessum tíma. Heldur að menn hafi þá verið með netspotta einhverjum á þessum tíma? Já, það náttúrulega, efalaust hefur það verið. Já. Að þeir hafi veitt aðalega í net og eins með ádrætti. Já, en þó beittu þeir þarna aðferðum sem að þessi menn kunnu. Já. Og það var stund að láta renna undan fiski. Já. Það með stíplum. Já. Nú, menn beittu fiskisting eða ljóstri. Já. Beitti háf og kistur. Já. Þetta var alls aðan. En megin uppi staðan var náttúrulega net og ádráttarveiði líka. Já. Og þetta hefur alveg verið stundað eins og ég segi frá landnámi. Og síðan koma fyrir heimildir í máldögum kirknanna. Já. Það getið ítök sem að kirkjan átti, Grenjaðarstaðakirkja, í máldaga Auðun og Rauða frá 1318. Og það byggt á gömlum máldögum, hann var endurnýjaður, Auðun Rauði, var nú þekktur fyrir það hann endurnýjaði og uppfærði máldaga kirknanna. En þar kemur fram að Grenjaðarstaðakirkja átti ítök í veiði upp í Laxárdal. Já. Og það 1318. En síðan náttúrulega ekki Auðunargarða gresja í heimildu fyrir en kemur að jarðabók Árna og Páls.
frá 1712. Já, Þar náttúrulega farið alveg í gegnum þetta alls að hlunnindin af veiðunum. Já. Og þar aðalega talað um netaveiði Já. og ádráttaveiði. Já. En þó á einum stað þarna mjög sérstakt, það er eina tilvitnunin þarna í þessari bók. Það þegar að Þorsteinn Bjarnason ljósstaðabóndi kemur til undirréttingar til þeirra Árna og Páls að Helgastöðum. Já. Þá segir hann frá því að hann veiði þannig að hann veiði með öngul og stöng og láti strauminn bera öngulinn af fiskinum. Já. Og þannig veiði hann. Já. Þannig að Þorsteinn Bjarnason bóndi og ljóstöðum þarna 1712 hann farin að veiða á öngul með stöng. En heldur hann hafi þá verið með maðk á önglinum? Nei, það víst ekki. Nei, það ekki. En sko, þetta get ég náttúrulega ekki fullurt hvort hann hafi beitt maðki eða fiðra fluguna. Það geti vel verið, en það eru engar heimildir fyrir því. Nei. En þetta eru elstu heimildar fyrir stangveiði í rituðum heimildum á Íslandi og það var Þorsteinn Bjarnason 1712. Já, þetta magna. Já, en þarna sem sagt í jarðabókinni fáum við mjög góður heimildir þetta. Síðan koma inn þarna dagbækur frá 19. öldinni, til dæmis þetta Jón Jóakimsson bóndi á Þverá, hann skrifaði dagbók alveg í 60 ár, alveg frá 1844 og fram í andlátið og þar náttúrulega getið veiða. Já. Oft á tíðum, ádráttaveiða og síðan líka getur hann þess að það var dálítið gæskvænt þarna á Þverá, hún var alveg þjóðleið upp á Mývatni og þarna komu erlendi ferðamenn, bæði vísindamenn og ferðamenn og gistu á Þverá og það á nokkru stöðum í dagbókinni þar sem að getur þess að þessir erlendu veiðimenn hafðu stöng og byssu í farateskinu og 1875 til dæmis þá getur að þess að erlendi veiðimenn hafi farið með stöng niður að Laxá og veitt 20 urriða. Og þeir voru smjörsteiktir fyrir þá upp á Þverá. Nam. Já, og þetta 1875. Já. Og þarna komu svona fyrstu heimildirnar stangveiði, nútíma stangveiði svona eins og við þekkjum. Einmitt. Vegna þess að þessi veiða fer að veiða með flugu á stöng. Þetta kemur frá Breitlandi. Já. Og síðan síðan í Nánaragrúski þá fundum við líka William Morris, hann kom þarna 1873. Og hann ásamt sínum félögum, þeir gistu á Gautlundum og voru á leiðinni yfir að Grímsstöðum í Mývatnssveit. Komu að Helluvaði og þá stóðust þeir ekki freistinguna. Nei. Og urðu tveir þarna Ívans félagans og hann. Þeir veittu þarna 1873 á Helluvaði á flugu með stöng. Og þetta eru svona elstu heimildirnar sem að ég hef fundið fyrir stangveiði í Laxá. Já. Urriðasvæðinu. Og síðan var hann náttúrulega brennisteysloki, hann Lokk og sonur hans sem voru hér á höttunum eftir brennisteys vinslu á landinu og þeir voru veiðimenn líka með byssu og stöng. Já. Og þeir veittu sem sagt í segi frá veiðum 1875, þá dölduðu 2 vikur á Laxamýri og stunduðu veiðar. Svona þetta eru elstu heimildirnar sem að færi fyrir veiðum erlendra manna, sko. Já. Eftir hann Þorsteinn Bjarnason á Ljóstöðum, 1712. Já. En síðan taka þeir upp á því, sko, þetta hefur náttúrulega ekki farið fram hjá vökulum og ungum mönnum í Laxárdal eða Mývatnssveit. Nei. Því fiskisagan berst
fljótt. Já, akkurat. Og þetta hefur náttúrulega ungum mönnum þótt mjög athyglisvert. Já. En hérna, og svo kemur þarna 1875 koma þessi bresku veiðimenn þarna að þverá og veiða 20 urriða bara fyrir fram að nefið á þeim. Einmitt. Og þá voru þeir ungu mennirnir á þverá, Benedikt og Snorri og Jón. Þetta hefur sko ábyggilega ekki farið fram hjá þeim. Nei, þeir hafa alveg ábyggilega skoða græjurnar sem þau voru með. Já. Það er alveg ljóst mál. Já. Og jafnvel fengið einhverja flugu gemis eða eitthvað. Já. Já, ég get vel ímynda mér að þessi menn hafi tekið vel á móti áhugasömum ungum mönnum. En þetta var til þess að þeir tóku upp á því, sérstaklega sko Benedikt Jónsson og Auðnum og Snorri bróðir hans, að þeir bara smíða sér stöng og verða sér út flugur. Já. Eða hnýta flugur, þeir byrjuðu nú strax á því að hnýta flugur líka. Já. Og í almanningi Benedikts þá segir hann frá því í maímánuði 1877, þá hafa hann pröfað stöngina sína. Úr hverju var stöngin smíðuð, veistu það? Já, Hvað efni var í? Já, sennilegast hefur þetta verið sko harðnotuviður sem var fluttur inn á þeim tíma. Já. Hann var notaður í skíði, eða askur sem var notaður í amboð. En þessi stöngar því miður ekki til. Nei. Og þessar stangir. En allavega, þarna í maímánuði 1877, þá veiðir Benedikt sinn fyrsta silung á flugu með stöng. Já. Og Snorri bróðir hans var mjög áhugasamur þetta. Já. Og það bara varð alger bylting í veiðiskap þarna eftir að stangveiðirnar hófust. Það? Fiskurinn hafði náttúrulega aldrei séð neitt slíkt. Nei. Var algjörlega óvarinn gegn svona agni. Og þeir veittu þarna alveg ótrúlega vel bræðurnir á þeirra og Auðnum. Og svo tókum menn þetta upp, menn þarna í Laxárdalnum og síðar upp í Mývatnssveit. En fyrstu 10-15 árin var þarna alveg ótrúleg veiði. Benedikt hann hélt tölunum saman. Hann skrifaði almanak sitt 1877 til 1884 veiðina. Og þá fekk hann meðalveiðina ári hjá honum voru 267 urriðar. Þannig að þetta hefur nú aldeilis bæði verið mikil búbót og svo hefur áhugin verið til staða líka. Og Snorri bróðir hefur ábyggilega veitt annað eins og hérna og síðan náttúrulega var stangveiðin líka að byltinga þeirlétunu til að nú var staðið fyrir netaveiðin og ádráttinn sem var háður aðstæðum í ánni, slígi og botngróðri og strömmlægi og annað. Þetta var ekkert í stönginni. Nú urðu jarðir þarna eins og brettingstaðir og hamar þar sem var erfitt að stunda netaveiði vegna straumlags og grýts botnar. En þarna var þetta að veiða fisk og þessar jarðir urðu bara fljótlega eftir að stangveiðin kom til mjög góða veiðijarðir. Og þeir til dæmis á brettingstöðum, þeir til dæmis hafðu sína aðalega silungsveiði úr Másvatni, en eftir að stöngi kom til, þá varð aðalveiðin úr Laxá. Þannig að stangveiðin varð algjör bylting á þessum tíma. Þetta er heillandi saga, sérstaklega fyrir þá sem að hafa svona einhvern áhuga á þessum málum. Já, en þeir voru ákaflega auðvitað tóku nágrannarnir og mývitningar eftir þessu og vissu og þessu og þeir bræður voru ekkert að liggja á þessari kunnáttu sinni. Og kendu mönnum að búa stangir og hnýta flugur. Það til dæmis til uppskrifta flugu frá Benedikt Jónsson frá 1891. Þá hann að skrifa Siggeiri Jónssoni á Helluvaði og segja honum til í hvernig hann eigi að hnýta flugur.
Og Sigurgeir kemur niður að auðnum bara til þess að læra þetta af þeim bræðrum. En þeir nýttu flugurnar og þeir smíðuðu hjól og stangir. Og svo eftir að menn uppgötuðu það að það var hægt að, það voru fluttar inn á þessum tímum langar bambustangir sem voru notuð í netabæjur og sjómenn notuðu þetta mikið. Að þeir komust upp á lagi með það að gera veiðistangir úr þessu löngu bambustöngum. Já. Og það var bara tiltölulega auðvelt. Þú þurftir bara að stytta hana, kannski velja einhverja hæfilega mjúka stöng og setja á hana lykkjur og verða sér út úr línu og allt þetta. En þá var með tiltölulega auðveldum hætti, þá gátu bara allir smíða sér sína eigin veiðistöng. Og þetta var náttúrulega til mikill að búbóta þarna á svæðinu. Já. Heyrðu, það nú heldur betur gaman að spjalla við þig hérna, Jón Aðalsteinn, en við komumst nú ekki mikið lengra. Þetta bara... Þetta bara, við erum bara búin að spjalla saman í 40-50 mínútur. Nú, það er ekkert Þetta líður svo hratt. Já. En mér langar að spyrja þig, áttu þér þína uppáhaldsflugu og uppáhaldsveiðistað? Svona... Já, auðvitað á, ég var nú þegar ég var yngri, þá var ég nú gefin fyrir hasarderða staði að veiða á. Ok. Og þá voru ljótsstaðir, voru alveg mitt uppáhaldsvæði og sérstaklega staðir sem kallað Æsfit og Háaleiti. Já. Þetta voru mínir veiðistæðir. Núna vil ég freka vera svona á kyrrlátum stöðum. Já, og tekur aðeins minni á þetta í dag, heldur? Já, maður er náttúrulega eldist og hérna maður lítur á allt öðrum augum heldur maður gerði þegar maður var... Ertu 70 ára aldrei, eða? Já, ég stend á 70. Stendur á 70? Já. Já, berða vel. Og manst alveg ótrúlega þarna, það sem þú ert að tala það vantar auðvitað ekki áhugan hjá þér. En uppáhaldsflugan, er hún fyrir hendi? Já. Ég hef nú í gegnum tíðina þá hef ég nýtt flugur. Já. Ég lærði þetta sem unglingur. Já. Og ég hef núna síðastliðin 30 ár hef ég nú eiginlega svona mestuleiti veitt á þurrflugur. Já. Og mér hefur tekist að búa til hanna 2 flugur sem að ég venn nú eiginlega segja að séu mínar uppáhaldsveiðuflugur. Já. Og Hvað heitir það er ein flugur sem heitir galdralöpp. Já. Það er þurrfluga. Já. Og önnur sem heitir drífa. Já. Þessar flugur hafa reynst mér vel í gegnum tíðina og ég held upp á þær. Já. Þú hefur lengst af starfað sem klarinettleikari, ekki satt? Já, ég er hljóðfæraleikari. Hljóðfæraleikari? Já. Og hefur þetta verið svona órófa tengt listinni? Já, ég verð nú að segja kynni mín að Laxá og dvöl mín og vera þar er nú bara alveg sér kapitúli í mínu lífi, Hún gjörsamlega töfraði mig og heillaði mig Laxá. Já. Alveg frá byrjun. Já. Og gerir enn. Já. Hvenær ferðu næst norður? Ég fer núna í sumar. Já. Ég meina ertu með dagsetninguna að klára? Ertu hann að hlakka til? Já, ég er alveg til hlökkunar trillingnum núna eins og kallað, jú. Ég fer þetta býtunum við, hvenær var þetta? 23. til 27. júlí, þá var ég að veiða í Laxárdal og ég hlakka mikið til. Mér líst vel á það. Já. Hvar fyrir þá, Jón, sem langar til þess að nálgast þessa bók, er hún í bókabúðum eða? Já. Það, við erum með sölusíðu sem heitir laxárbókin.is. Nú, já, ok. Já. Þar geta maður keypt hana bara beint af bíli, eins og sagt er. Beint af okkur. Þá kannski kostar hún minna heldur. Já. Og síðan er hún bara í öllum helstu bókabúðuna síns. Já. Pennin hefur verið með þetta og selt hana. Og en það er en ég mæli með því bara að kaupa þetta beint á okkur. Það er á laxárbókin.is. Laxá, lífríki og saga mannlífs og veiða. Kærar þakkir fyrir komuna hér á Rauðabarðinu, Jón Aðalsteinn. Þakkaði fyrir. Þetta er fyrsta skipti sem að þú kemur að þekki hingað á samstæðinu. Jú. Þú
þú hefur náttúrulega fylgst með okkur úr fjarlægð og Já. beðið þess að Já, fá ég tækifæri til að koma hingað. ég held mikið upp á samstöðina. Já. Ég hlusta gjarna, ég horfi ekki á okkur í sjónvarpinu, Nei, ég þú hef þetta hlustar. bara í útvarpinu. Já, þeir eru margir. Ég held mikið upp á útvarpið. Já. Mér finnst það mjög góður fjölmiðil. Já, kæra þakkir. Takk fyrir komuna, gangið þér vel og góða skemmtun. Já, Þegar þakka þér fyrir, þú ferð næst takk norður. fyrir mig, takk fyrir. Og þá segjum við þetta nú gott í kvöld hér, kæru hlustendur og áhörvendur. Það búið að vera ánægjulegt að búa til efni fyrir ykkur enn einn daginn. Mér langar að þakka öllum gestum, tæknifólki og öðrum þeim sem að láta þetta ævintýri okkar að búa til rauðaborðið á hverjum degi verða að veruleika. Mér langar að biðja ykkur sem oft hafi velt því fyrir ykkur að styrkja samstöðuna, að ef þið eruð aflögufær þá skiptir öllu fyrir okkar framtíð og fyrir það að við náum að vaxa og dafna fyrir ykkur að þið greiðið 10, sem sagt inn á vefslóðinni samstöðin.is er hægt að íta hnapp þar sem finnið fljótlega þar sem ástendur áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur á mánuði sem ætti að vera hófleg fjárhæð fyrir þig getur vænst þess að samstöðin vaxi mjög að burðum því ef við fáum kannski 500 þannig styrki í viðbót umfrá þá kannski tæplega 2000 sem við erum með núna þá getur rétt ímyndaðir hvort samstöðin getur ekki farið úr því að vera svona díseltrukkur upp brekkuna í trillitæki. En ég heiti Björn Þorláks og ég þakka fyrir mig í kvöld. Við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.